Komið sæl og velkomin í nágranna á norðurslóðum. Við heilsum ykkur hérna frá Akureyri. Þetta 40. þátturinn sem við á N4 og KNR, grænlenska sjónvarpið, gerum í sameiningu. Í þættinum kynnumst við Antoni, grænlenskum listamanni sem sker út listmuni úr náhvalstönnum, hreindýrahornum og hornum sauðnauta. Þá heimsækjum við hjónin Amalíu og Ísak sem búa á suðurströnd Diskóeyju en þau sýna okkur hvernig grænlendingar byrgja sig upp af mat og jurtum á haustin. Héðan frá Íslandi kynnumst við honum Þormóði í Snæfellsbæ sem hefur sannreynt mátt aðlögunar aflsins. Og frá Snæfellsbæ förum við norður í Fnjóskadal inn í húsdýragarðinn Daladýrð. Minä tuossa lukuissani sisimiunissutta tulin jääsakostaan ja oppisin tammikuun sen aikaan. Ja kuisuudella rauhassa puumi pääsi kun mä sen aikaan. Voi leina jo tämä saattu tunne suon ulio ipulaksi uliottaan. Такое сценарий-тарохо. Kyllä nousuttes viesimi. Että sieltä kuismisi kerättyvät kaljani ostepuu kerättyvät kaljani. Topikin tämä scenariottaan. Että mitä on kuultu ilkappaa kansanessasi. Tämä kursavassa tuolta ja muut loppu. Mennä kun teossa loppu. Uton meino. Mä sieltä just mahdollisuuksena lokottiin tappuun. Tämä on sitten isinjälokkaa kuiston. Tämä on sun asta. Pelätis tuonut äsken työntymisahan. Tämä kun sen jäsi jo sielyin. Ja näin tappuun kyllä sitten. Ofta puhutaan että kaamilla asioista paisuna on inuriokna. Amma automattisesti ihmiset mennä vaikka uumasukseni samalla samaan. Ja sumiusavassa suri-linjävässä lausuun uumasutunatsiva. Kelättyön kaatui jäämätsiin, kelättyön nätätsimokatkosuutta. Sen aikaan mukaisesti tuli sinne itse pisousaita amma. Tämä nyt petyksivät tappuu Kiina isiinnaajahtuu ileu petyksiliistutaan uuden. Uudenkin muun sinun tukerille. Se on tullut yleisesti samalla. Sitä on mennyt tuessuliksen viivana paukkuissa. Nummu pihama. Suoriesin. Tämä sun alkaperäisesti tuota. Sanalu painus vaikka houmissaan, maailman ommuudessa just maan. Tulin onneisemme sappumaksi itse sijoilla. Nuonnottakaa nuukanat voi takkamanista tuli kaapukkuun sappasua. Sisämingaani tappungo liitso sinne suutettiin kahpiaan, mukkuun sappasuit. Kalipaita siinä. Ilman tappumaksua tappunaa. Samassa ketikanya tadi Sabtu mereka somliu. Dia sudah amoga sudah sudah asal sniskuter nesaktu terpong amoga sudah ketap. Ini agak terlalu. Sitaktaa saa luokkuga suliussallunga kisiatilartakkat toqquunnartaa kaam ukkuissaannaangitsu allanut qarsaalersorlummarraat
Minun sapiisit, minun asiingit isumussarsuut sitartaannartartukka torportuillu attussani sila pitsaasoruussugaluorpu makkuamannak atuutilersut iiaksiataila tamakkununga imma oqoloqatilaallarlugu isumussarsiariukka taa aamtaakkua iluaqutaasinnaappu nunatsin tuniniaangortillugi tasam iluaqutaasoruussuut tamakkulerisartuniniaasaarat isaatitsiuarpu naaquanartumi pisipissartuniniaappissaqaraatta nuunni paama malunnartoruussuut soritsiangerlaartuami taamaattumi qappassamaqartaajaqarpu finirassam aam allat aam tuniniaasamnassaaqarpatsaalu aamau inuaaqatsiittaam ikitsialuta nuna assamiorpassuitikeorlutik aamalutarsiassatu atortaami nuannakutaattaan Það mannbætandi að þekkja hann Þormóð. Afstaða hans til lífsins einstök sem á nærvera þessa andlega hugsandi manns. Hann hefur sannreynt mátt aðlögunaraflsins til dæmis þegar hann byggði húsið sitt tvíóta. Okkur lék forvitni á að vita hvað aðlögunaraflið væri. Það afl sem að laðar að manni í heiminum. Og ég heyrði fyrst þetta 2004 og fyrst fannst mér þetta of gott til að vera satt. Og ég hugsaði bara, það getur ekki verið að maður geta bara hugsað eitthvað og eitthvað gerist. Það var svo fjarlægt mér. En svo kom þetta meira og þetta kom til mín úr öllum áttum. Og seinna svo kom myndin hérna The Secret og það var alltaf þetta sama, aftur og aftur. Og 2008, sem sagt 4 ára seinna, þá vildi ég bara fá að vita, virkar þetta í alvörunni? Og ég fór í ferðalag og ég var í 1 ára að ferðast Norðurlönd og Bretlandseyjar. Ég var bara með mótorhjól og gítarinn minn og tjald. Og ég fór í skóla þar, í einkaskóla í Bretlandi og ég var í klaustri í Skotlandi. Og eftir þetta ár sem ég var þar, þá var engin efi lengur og ég vissi bara, svona virkar heimurinn. Mér fannst svo yndislegt að vita það. Og þegar ég kom heim, búinn að prófa hvað gerðist, þá segi ég, hvað gerist næst? Já, hús, byggðu hús, það verður gaman. Og ég fór og gerði hús hérna fyrir mig, eða fyrir okkur fjölskylduna. Og ég vissi bara að það átti að vera gott útsýni í því og það átti að spara orkur rosa vel og vera einhvern veginn indælt að vera inn í því og það kom frekar auðveldlega, myndi ég segja. Og það byrjar líka svolítið með það ekki bara, það er ekki eins og hefur legið okkur auð til þess að byggja þetta hús. Það byrjar eiginlega bara dálítið með 2 hendur tómar, eða ekki? Já, sko ári áður en ég byrjaði að byggja húsið, þegar ég kom heim, þá var ég bara meðvitrátt. Og það var beinlínis með 0, sko. Þá ætti ég bara gítarinn minn og mótorhjólið. En svo var ég bara, notaði ég aðferðina og sá fyrir mig, og húsið er bogið, til dæmis. Það er mjög sérstakt, það er svona bragga. Já, og eitt af því sem ég gerði, og það var þegar ég var að fara í Reykjavíkur og fór í Hvalfjarðargöngin og það var engin umferð, þá var ég stundum að keyrði á meitunni inn í dúknum sem og hugsaði mér, hvernig væri að þetta veri stofa mín? Og fann tilfinninguna og náði í tilfinninguna og þetta virkar, sko. Af því þegar maður næri tilfinninguna, þá kemur veruleiki sem að rímar við það. Það er að segja, þannig sem líður, þú munt laða að þér aðstæður sem láta þér líða eins. Og svo einmitt fyrir nokkrum ára síðan, 2-3 ára síðan, þá fannst mér að lenda á einhverju svona eins og einhverjum vegg eða ég var einhvern veginn, komst ekki eins áfram eins og ég vildi og þá fekk ég mér ég náði mér í nám í þessum fræðum hjá Joe Vitale sem var í myndinni The Secret og hann er búinn að votta mér sem leiðbeinanda í aðlögunaraflinu og hann er búið að skrifa þetta í 100 ár. Það er til rosa mikið efni þetta fyrirbæri en það sem ég er svona að bæta í þetta það er meira svona nálgun okkar sem Íslendinga vegna þess að við erum með í okkur svo mikið af föstum tilfinningum að því að við erum búin að vera svo stutt síðan það voru bara kynslóðir eftir kynslóð sem fólk bjó bara í torfhúsum og var með mjög mikla hörku og mjög og það má ekki neitt.
fólk segir bara, þú ert betri en enginn, því það mátt ekki hrósa neinum. Og þegar ég að kenna þetta prógram og ég að sem sagt, deila þessu efni, þá ég aðallega að hjálpa til með að fólk geti losað sem sagt, tilfinninguna sína, að losað sem sagt, fengið innsýn inn í hvernig það og hvað það að gera og hvers vegna það gerir það sem það gerir. Og þaðan hægt að fara og búa til eitthvað sem langar. Þetta aðlögunar afl ótrúlega merkilegt, finnst manni, ef ég held að margir hafi hugsað það, en kannski fáir máta sig við það. Þú veist, þorað að fara í að prófa í rauninni. Þú veist, prófa að máta það við sig. Get ég að laða að mér, þú veist, góða hluti sem fara að gerast í mínu lífi og hvernig þá, hvernig ger ég það þá? Þú býður upp á, eða ekki, handleiðslu á þessum fallega stað? Jú, og ég var með námskeið í sal sem ég var með bara í Reykjavík, en núna það bara komið á netið, þannig að það var bara upptökur, það upptökur og heimavinna og fólk fær e-mail og það getur fengið bara samtalstíma, bara símatíma í rauninni til að vinna með þetta. En þegar fólk heyrir þetta fyrst og þegar fólk horfir myndin The Secret og svona, það sem gerist að innst inni þá veit maður þetta satt og þess vegna smellir þetta svo við mann og mann langar svo að þetta sé satt. En svo erum við bara svo broguð, sko. En sumir segja að rónarnir komu óorðið á brennivínið. Þessi siðspilltu og siðlausu fólki, þeir koma óorðið á velgengnina. Þegar þú ert að búa til eitthvað sem þið langar að gera, þá þarftu svolítið mikið að ekki vera að hugsa mikið hvað aðrir segja og þetta finnast þú eiga það skilið og hafi ekki gert neitt rangt. Og ef maður alveg siðblindur, þá þetta ekkert mál. En því, minn besti hópur sem ég finnst best að þjóna, eða flottast með að þjóna, það eru þeir sem að sjá þetta og hugsa þetta verður flott fyrir Jónu Frænku eða þetta verður flott fyrir þenni hérna. Fólk sem setur alltaf einhvern annan fyrir framan og alltaf að hjálpa öðrum og alltaf einhvern veginn og aldrei með sjálfan sig í fyrsta sæti. Það eru þau sem að ég tengi best við því að þannig var ég. Og því að við, sem sagt, við erum fólk sem að við þurfum að vinna virkilega í því að hvernig fer maður að því að fyrirgefa sjálfum sér og öðrum til að leyfa sér að vera í gleði, til að sleppa tökum, til að halda áfram, til að leyfa manni sjálfum að taka pláss. Hvernig fer ég því að leyfa mér að eiga skilið það sem mér langar? Тахватасиннери таппаонга уллумеқертарсорм писуттуарлунга иллу қорсорпалут санеққуллугу аммаалиакку иисаарлу тикеққаммертунаа пиппакка эқалунниарсимасут таамассакку исерлунга тақуаминник матталлерпут тассакалаалли илеққориварпут калаалиминерни пилинеқ укиунгалуарпа аасаангатуарпат ааммаалисси таамаалиортарпус сумунуна эқалунниарасси туапанниппугу сивикиттум таппикан амаватсаки таатугаан пингартиттарписиу таамату пилиннеқ аллатингу сиуллерма пилисарпугу илаан сисамариарпу юуллут массакку эқалуи кингусикками ааттаатасса сиссарми писақаллаттаарпугу сиссами таамаалиллаттаарлу илангуэқерсут игиттуккуутаарлуи писақартаратаат маана исиллимилу ааттаатаппикун таппаканилаарпугут пассааниннарлинна атаасигуммум маққоqa таму тақуасиуссилааралларлак маттаат мангааннерсуита мангааннерсуматтаа писа писақалла писақақатааллаттаартарпо имаат фреерфиссанеэққораангат суулингама сулиаалфиарсилеериалуарлу илварк
tasmatta kataallit mamarisarput aggorlungu arumaatilerlungu panertut assingingittuni akorlungu nerisarparput ullorsiortuni imatun tasmattaatеқартиллуни қақиллаттааниннарлу ила суилисситорпортаатингисарпасингеқерититсивимми qaratitsugu suarsunniulikkaarput Suarsungitanerisit ассиингерутормата иммай никкут маттаат сааварлисули имааттунгулагу пингилагу сааварлиамтис панертиллугит имаат укуилерангааттаа панертитсаами исаа ақаннерасормата ниллертерерсо со тесқерититсивисси сунингуна иматин Такалалимини амертанерпаа тассани макписиниарпими укеққасанкаани консаисо тарису суутеқартусиун калаалимини қалерали неқит арпсорта митикаутук неқа пуиси таул саул таматтутсерпулай амертана укумиуку уку куанни аккорсуит таа кангилиорнэрми атернаартар ассигиттуну сиатануамма консаалиутту мамарторуссуп таава илаасаамма маамилаиму санагаани акулиуттаа намматтарта нукиссиарпамили сулилерам фредерам аатуктуини qalunnialaartuannaavikkat taukkagertummu eqalunniarmorusaraluarpuu tappuukaartu iluanu qalunguan qalunguipaat silataatungan napittornearpimmu ataattimi tuportoriarta qassuseriartuatta qaarusuu iluattungan eqalungui silataatungan taava immaatsuutiimi qaangiutto tassami киссартуториарт иннаатсинилерсимагу туутимиссани умиатсиатикиппаттакками сунап мангаанерт таа таққама тикиуппаттамата има қаккорсерторту акингакку таа пилерпу қассутиси морсуссимаппу сунаппа эқалуппарпассуа напиттуттит татаматиу асиутинниангканни амертанерпаат писангу пуйортарпугу таалуппигисарпугу киу илуитмиссаан тамаккутулераат қаертиммеқат қақатсиннертис тамаккуторфигисарпу кануилиссинну пингаартингаа калаалиминнаюутеқарнасса пингаарутеарпу пингитторсинаангисарпу тас тоққиннартуу аммалу исситтормиугатта имма исситтақингатта акиунниссаму сорту пингаарутеқарпу маккуа оқатту соорқарнанерисассаатаа оқаттуами исситтуми имаат акиунниссаму нукиссами малунна қияниссаму налаққутингиннам никуа кисен нунатсавай таакку мамарторсууп мамартортунгаарсарпу аттаку нерсутиннерусуккаамат таава тиммиаруссаама пиниангаалерангатта аппат митиллу таакку мамартортунгассану илаасарпу пингитторсиннаагисагусоорлукиакку Hani, krummi, hundur, svín, hestur, mús, tittlingur, já og reyndar gott betur. Í hústýrakaranum Daladýrð við Vaglaskó má finna öll íslensku hústýrin. Já, það var semst bara veturinn 16 og 17 sem við byrjum að vinna hérna inn í húsinu til að undirbúa opnunina sem var svo síðasta sumar.
og við höfðum opið þá í 2 mánuði og það komið til okkar 5.000 manns á þeim tíma og svo opnuðum við núna aftur, sem sagt, höfum við unnið bara hörðum höndum í allan vetur að frekar uppbyggingu og þá opnuðum við 1. apríl og þá verður þetta sem sagt heilsárstaður. Það fleiri en bara búskapur hérna á þessu svæði. Já, ég með vinnustofuna mína hérna. Ég textílhönnuður og framleiði undir merkinu Gjóska og ég byrjaði fyrir 8 árum þegar að gaus í Fimmvörðuhálsi og þá fyrst skreytti ég með svona hraunmunstri og komst fljótlega að því að túristar voru nú ginnkeyptir fyrir þessu og við erum með verslun á Skólavörðustíg 20 sem heitir Gjóska og selur eingöngu mína hönnun og vinnustofan hérna í Daladýrð í gamla minkabúinu. Og hérna gengur búskapurinn alla hringinn, alveg frá því að vera lítil dýr, litli grísir og alveg þangað til að verða að mat á jólaborðunum. Já, þetta sveitabær, þannig að sem húsdýragarður líka og við erum með svolítið af kindum og margslags dýr og þau náttúrulega bara mörg hver fara þennan venjulega hring, þannig að þau eru hérna í húsdýragarðinum og svo gegna þau öðru hlutverki þegar sumri lýkur. Ekki mikilvægt fyrir krakka sem að búa eins og inn á Akureyri eða bara á stærri stöðum að komast aðeins í snertingu við dýr og sveitina? Jú, við höfum fengið bara ótrúlega góð viðbrögð og menn una sér hér mjög lengi og við erum með til dæmis hlöðu þar sem hægt að hoppa í heyið og til að byrja með það minnst þeir fullorðnir sem fá blik í augun og eru til í að leyfa börnunum sínum að leika sér þar. Hérna erum við staðsett bara ekkert svo langt frá Akureyri og göngin hérna rétt hjá, koma þau ekki til með að breyta svolítið fyrir ykkur? Jú, núna í dag svona hálftíma keyrsla til okkar frá Akureyri en svo opna göngin, ég veist ekki að gera það fyrir eftir áramót núna en það kemur að þessu og þá verður svona 15, 16, 17 mínútur að koma til okkar og það náttúrulega gjörbreytir öllu. Þá erum við í rauninni bara á Akureyri þannig séð Þetta bara svona rétt túr. Og það eru frekari áform uppbyggingu hjá ykkur, ekki satt? Jú, við ætlum bara að halda áfram og veit ekki hvort við leggjum alla jörðina undir en við ætlum að halda áfram og núna í sumar þá bætum við það miklu við okkur að við verðum komin á svona aðeins stærra svæði heldur en húsdýragarðurinn í Reykjavík. Hvernig að vera hérna út í sveit með búskap og vera að fá svona mikið af gestum til sín? Þetta hlýtur að vera mikið að gera hjá okkur. Jú, það alveg óhætt að segja það. Það mikið að gera og það mjög fáir frídagar. En þetta mjög skemmtilegt starf og maður bara vinnur við að gleðja fólk í rauninni. Það koma allir svo rosa glaðir út frá okkur, finnst okkur. Og og flestir ætla að koma aftur. Hérna reyniði að endurvinna efni mikið og afgreiðsluborðið fyrir aftan okkur nú gott dæmi það. Já, við reynum á staðinu semst öll borð þar sem gestirnir borða við og svoleiðis allt úr góða hirðinum eða bara gefið eða gamalt úr fjölskyldunni og afgreiðsluborðið okkar og það efni sem við ætlum að nota til að einangra hérna salinn okkar, svona skemmtileg saga bak við það. Að sem sagt forveri okkar sem að bjó hérna undan okkur, hann hafði fengið að hirða þessar spýtur sem eru svona, sem voru á höfninu á Akureyri og þetta eru svona spýtur sem voru notaðar til þess að flytja ísporkjarna til rannsókna frá Grænlandsjökli. Og það voru sem sagt þegar við kaupum bæinn þá eru svona 800 stykki upp í hlöðu og búin að vera þar í einhver ár og nú koma það bara góðum notum í afgreiðsluborð og klæðning á veggi og annað. Ef þið segja okkur aðeins frá dýrunum sem hérna, það móttökuhundur og það hrútur með 4 horn. Þetta ansi skrautlegt. Já, það sem sagt busla okkar. Hún 11 ára tík, íslensk
og hún er algjörlega ómetanleg því að hún tekur bara sallarólega á móti öllum og kemur svo með þeim inn í andyrið og leggst þar á hliðina og vill láta klóra sér og það er náttúrulega stein falla allir fyrir henni alveg á stundinni. En svo erum við bara, já, svo er þessi ferhindi hrútur sem að öllum finnst mjög skrítinn. Og síðan er það nú líka sko það sem að dregur að hjá minnst allra yngstu kynslóðinni, það er nú bara traktorarnir inn í sal. Sumir vilja bara ekkert fara lengri en það. Þá er þessum þætti lokið. Við sendum allra bestu kveðjur yfir sundið til Grænlands. Við þökkum ykkur áhorfið, hafið það sem allra best og verið sæl.